daginn. Góðan dag. Hvað heitir þú á fullu nafni? Ég heiti Þórey Friðbjarnardóttir. Já, gaman að kynast þér. Takk. Sömuleiðis. Já, takk. Getur þú sagt mér hvað maki þinn, börn heita meðal annars fjölskylda? Maður minn heitir Binni. Já. Og sonur minn heitir Binni Þór. Og svo er ég einn eldri sem heitir Friðbjörn Sævar. Ok. Við hvað vinnur þú? Ég er kennari. Já, gaman. Mjög. Hvað finnst þér jákvætt við þá vinnu? Sko, ég náttúrulega kenni með stúlingum og þeir eru náttúrulega skemmtilegasta fólk sem ég veit um. Ok. Þannig að mér finnst rosalega gaman að kenna ykkur. Já. Það er eiginlega bara skemmtilega sem ég geri. Og ef maður er með góðan, samstilltan, góðan hóp, þessi krakkarnir eru, þú veist, kurteis og góður hvort annað, þá er rosalega gaman að kenna þér. Já. Algjörlega. En hvað finnst þér neikvætt við vinnuna þína? Mér finnst neikvætt ef það er mikil agavandamál. Það er svolítið erfitt út af því að mér finnst ósanngjarnt fyrir þá sem er að reyna að læra og reyna að mennta sig, að fá ekki frið fyrir þeim sem er alltaf með eitthvað vesen og læti. Já. Og stundum getur komið upp eitthvað erfið mál, eitthvað kemur upp og það er mjög erfitt. En við yfirleitt leysum það voða vel því að við höfum svo góða foreldra með okkur, alltaf í liði. Já. En fyrir utan að vinna sem kennari, hver er þín önnur áhugamál? Ég náttúrulega elska að ferðast. Já. Eins og þú veist. Já. Mér finnst það rosa skemmtilegt. Já. Sérstaklega með fjölskyldunum minn. Mér finnst það mjög gaman. Og líka vinnufélögum. Já. Það er svoleiðis ferðir. En nú þegar við erum komin á þetta umræðuefni, manstu hvert og hvenær þú fórst í fyrsta skipti til útlanda? Ég fór fyrst, pappi var alltaf að þjálfa handbolta, hann var handboltaþjálfari, og ég fór fyrst með honum á okkur svona mót í Danmörku og Svíþjóð, Gothia Cup eða eitthvað svoleiðis. Þannig ég hef verið svona 5-6 ára. Já. Þegar ég fór fyrst. Hvað hefur þú farið til margra heimsálfa? Ef þú veist það. Ég hef ekki farið til Afríku og ekki Suður-Ameríku. Held ég að það er í allar hínar. Hver var þín uppáhalds? Heimsálfa? Já. Sko, Asía er rosalega spennandi. Hún er svo framandi, hún er svo allt öðruvísi en Evrópa. Ég elska samt Evrópu, ég elska ferðast um Evrópu. Já. En ef maður á að hugsa eitthvað svona framandi, þá er rosalega gaman að fara í Karabíska hafið, heitan sjó og svo er rosalega gaman að ferðast. Ég hef náttúrulega ekki mikið farið í Asíu, en það sem ég fór, það var bara einhvern veginn öðruvísi lykt, allt öðruvísi fólk og svona, þetta er svo framandi. Það var mjög skemmtilegt. Já. Geggjað. En ef þú manst það, hvað hefur þú farið oft til útlanda? Ég bara get enga veginn. Nei. Svona 4 sinnum á ári. Síðan ég var 6 ára. Nei. Svolítið oft. Já. Mjög oft. Hvert er þitt uppáhaldsland sem þú hefur komið til? Rúmenía. Já. Og Ítalía. Já. Svo elska ég náttúrulega að fara til Spánar, en það er kannski svona meira svona afslöpunarferðir. Maður er ekki mikið að skoða það. Nei. En Ítalía er geggjuð og Rúmenía er ótrúleg. Hún er einstök. Getur eitthvað sagt frá af hverju þau svona gaman að fara til útlanda? Mér finnst bara gaman að sjá nýja staði, hitta nýtt fólk og mér finnst sérstaklega gaman eins og í Rúmeníu þá höfum við kynnst bara svona heimilum hjá fólki. Já. Bara inn á heimili og þá tekur maður svolítið þátt í svona, þú veist, þá er maður ekki bara túristi, þá er maður bara svona eins og, kannski ekki eins og lokal fólki, en svona, maður svona skyggnist aðeins inn í þeirra heim, hvernig þau, þú veist, vinna, hvernig heimilin þeir eru, hittum mann þannig upp í fjalli og heimsóttum hann og hann var að rækta allt sjálfur og þá er rosa gaman að sjá svona annað en bara að vera túristi og sjá sundínu sjoppur. Til hvaða landa langar þig að fara næst eða í raun hvert er þitt draumaland? Mér hefur mjög lengi langað að fara til Jamaica. Mér langar að sjá eitthvað svona tengt Bob Marley, þar sem hann fæddist og tónlistina hans og eitthvað svona. Ég á eftir að fara eitthvað til Jamaica
Og svo langar mig líka til Mexíkó, því mér er mexíkósku matur geggjaður. Og hérna, ég veit bara ekki alveg hvort það er óhætt eins og en þetta er svona bara draumaferðir. Já. Og líka langar mig til Suður-Kóreu. Þannig það er alveg margir staðir. Já. Bara því ég er hægt að vinna, þá hef ég tími í þetta. Já, einmitt. Þetta er svolítið langaferðir. Já. En ein svona auka spurning, ef þú myndir fá tækifæri að taka með þér 2 fræga einstaklinga í ferðalag, hverja myndir þú taka? Oh my god. Ég veit það ekki. Fræga? Já. Má vera söngvari, má vera þingmaður, kona. Sko, mér finnst Patrik og Jamie ógeðslega fyndin, þannig ég hugsaði það ógeðslega gaman hjá okkur ef ég tæki hann með. Ok. En ég myndi náttúrulega, mér finnst skemmtilegast að ferðast með systur minni. Já. Og Binna, og Ómari, eða þú veist. Já. Það væri svona draumur minn að fara með þeim og svona eiginlega bara allir fjölskyldunni til Mexíkó eða eitthvað svona. Ég held að það væri svona, þó þau séu kannski ekki fræg, þá eru þau svona, þau sem ég myndi vilja taka mest með. Já. Og Patrik. Ok. Er eitthvað meira sem þú koma á framfæri? Ég bara segja ykkur öllum, krökkum, að þegar þau eru búin með framhaldsskólann, takið ykkur þá tíma, ferðist þið, skoðið þið aðra staði sem þið getið ekki gert þegar þið eru komin með fjölskyldu eða komin í háskólanám eða þetta kostar svolítið, en maður getur alveg lifað sparlega á gamla bakboka. Þvælist um Evrópu, fariði og skoðið Asíu, áður þið farið eignast fjölskyldu. Því að það er alveg pínu erfiðara þegar maður er góð með börn, þó að sé alveg hægt. Já, og bara notið tíma. Það er eitthvað sem ég hefði viljað gera. Já, geggjað. Ok. Takk fyrir þetta. Sömuleiðis.